Við ætlum að halda áfram til mín kominn Bragi Bjarnason frá sveitafélaginu Árborg og við ætlum að fara yfir helstu fréttir fyrir daginn í dag og næstu daga. Heit og sæll. Sælir. Hvað segirðu þá? Bara mjög gott. Jæja. Það aðeins að hvítna jörðin. Það svona smávegis. Örlítið. Það að koma vetur. Það að koma vetur. Þetta kemur, mér finnst alltaf svo skemmtilegt eða svona skondið að þetta kemur alltaf jafn mikið óvart. Já, nákvæmlega. Hvað að gerast? Allt í náttúrulega hvítt. Engi komin á vetrardækinu og ekki neitt. Jú, það er nú. Ertu komin á vetrardækinu? Jú, ég er komin á vetrardækinu. Já. En það kom nú skotundaginn sem vakti með aðeins. Já, nákvæmlega. En hvað er í fréttum frá Árborg? Hvað er framöndan? Heyrðu, það er nú kannski svona, erum að detta inn í jólahátíðinni hjá okkur. Já, það er ekki nema 8 dagar í ljósin. 8 dagar í ljósin. Já. Þannig að þarna við ætlum að kveikja sérst næsta 50 dag, 19. nóvember. Svona ætlum að koma því frá og við gerum það þetta er mjög hefðbundið allt saman. Klukkan 6 byrjum hérna örlítið á undan og erum með tónlistaratriði og skátafélagi gefur kakó. Og svo eru verslanir náttúrulega mikið með okkur þetta kvöldið og hafa opið lengur og svona, það er alltaf svolítið stemning. Já. Eins og venjan er að þá hafa verslanir verið með opið til 10, það ekki? Já, jú, langflestar svona eitthvað fram á kvöldið og verið með svona einhver happening hér og þar. Já. Og vonandi svona snjóar á okkur kannski og fáum smá hvítt í kringum þetta. Það er stundustæðist, það gerir þetta svolítið jólalegra. Það er nefnilega, þetta helst allt saman í hendur. Ég var að nefna við því hérna áður fórum í loftið að ég held að sé fyrir 3 árum og þá snjóaði hlussum sko. Já. Þvílíkur jólasnjór og það var logn. Nákvæmlega. Þetta var mögnu stund. Já, þetta var svolítið magnað. Og að gera bara að fara að setja ljósir upp helgina og svona, að vera tilbúin að kveikja með okkur. Já, algjörlega. Lýsa upp skammdegið. Akkurat. Rændi ég setningunni? Já, þú rændi eiginlega. Þú ert vanur. Já. Herðu, en á sama tíma, þarna á 5. þá ætlum við að opna jólatorgið sem er á móts við Ölfusabrúna. Já. Og þar verða sem sagt 8 söluhús með íslensku handverki. Og það er allt orðið sem sagt fullt, eða ekki? Samkvæmt því sem ég heyri, hún heiti Brynja sem er að halda utan um þetta fyrir okkur og þá er bara nánast allt uppbókað. Já. En það er alveg hægt að hafa samband við okkur á sveitafélaginu ef fólk ætlar að hefur áhuga, en mér heyrðist á hann að það væri eiginlega uppbókað. Ætlaði að vera með jólalestina þetta árið líka? Ég veit ekki alveg, ég efast um það. En það verður bryttað upp á einhverju skemmtilegu þarna. Já. Við erum búin að gera þetta aðeins svona þjappa okkur saman svona í því að gera þetta meira kósi og skemmtilegt. Er ekki nóg pláss þarna? Geti ekki verið með alvöru lest þarna? Við getum gert það næsta því. Tekið inn í garðinn og aftur tilbaka. Það verður kannski einhvern tímann, kannski með 9 miðbæði eitthvað, ég veit það ekki. Já, segðu. Aldrei veit það. En svo ætlum við að kveikja á sem sagt torgtrénu þarna bara strax laugardaginn eftir klukkan 4. Já. Við höfum alltaf gert það með smá athöfn líka að kveikja trénu. Það er semst ekki núna heldur næsta laugardag. Næsta laugardag. Eftir að við kveikjum á jólaljósum eðlilega. Þannig að það verður sem standa strax á eftir og svo erum við bara með allskís viðburði á jólatorkinu fram með jólum og við förum örgulega nánar við það síðar. Þetta er svo magna með þennan blessaða tíma, það er 12. nóvember, þetta er bara að bresta á. Já, við vorum hérna fyrir 2 mánuðum að nefna jólin eitthvað, þetta var að styttast og þetta var að bresta á. Þannig að þetta er skemmtilegt. Já, en sama, lárum hérna 50 dag, hann er voðalega stórri okkur, það er líka þetta myndlistafélag Árnesinga hérna hjá okkur, þeir eru að opna sýningu í Hótel Selfoss klukkan 5 þetta á undan, þannig að það er að skella sér og skoða það hjá þeim klukkan 5 og fara svo beint í jólaljósin. Já. Þannig að þeir eru alltaf með flotta sýningar og rosa margir sem koma að því. Núna í kvöld, seinnipartinn í dag, ætla 2 skáldkonur, Jenny Kolsóe, svo ég ber þetta nú vonandi rétt fram, og Ása Hafsteinsdóttir að koma í bókasafni hérna á Selfossi og lesa upp úr bókunum sínum. Þær eru báðar að gefa út bækur núna, þannig að það verður svona ýmislegt svona líka í bókasafni núna fram með jólum, þannig að þeir sem áhuga því geta kíkt í bókasafni í dag. Já. Við erum með sýningu þar líka, konur á vettvangi karla, þetta er svona aðeins svona til að loka árinu hjá okkur í tilefni 100 ára kosningarétti í kvenna. Héraðsskjalasafn Árnesinga er sem sagt svona heldur þessa sýningu eiginlega. Já. Svo á 3. dag næsta, svona fyrir foreldra og ömmur og afar og fleiri, þá verðum við með flottan fyrirlestur, forvarna fyrirlestur með mannanafni Hermann Jónsson. Hann er faðir sem sagt barn sem hefur orðið fyrir einelti, hefur síðan svolítið í sjónvarpinu, hún Selma. Hann kemur sem stinga á 3. daginn, verðum með svona, þetta er svona kakófundur í Sunnulækjaskóla, klukkan 6, þetta er sem 3. daginn 17. nóvember og þetta er fyrirlestur sem enginn á að missa af. Hvort sem þú eru orðið fyrir eitthvað svona eða þekkið til eða bara ekki neitt, þá er þetta samt eitthvað svona átt að sjá og vera meðvitaður. Þannig að við hvetjum alla til þess að mæta þarna og taka þátt í þessu og umræðum og annars svoleiðis. Algjörlega. Þetta er mjög flottu fyrirlesari. Og svo ef við hoppum yfir í íþróttirnar,
Vind, klárum þetta blað hérna. Já. Það þarna, í kvöld er FSU að spila mútið Njarðvík í körfunni. Já, FSU komið með nýjan leikmann. Nýjan leikmann, já. Er hann orðin leikgildur eða? Ekki hugmynd. Nei. Þannig að það verður bara, fólk verður bara að mæta á völlinu. Já. Það kemur í ljós. Það morgun svo kallalið Selfoss í handboltanum að spila mútið Stjörnunni. Það nú svona, ég myndi segja að það væri toppslagur í deildinni, svona það vona það uppi staði. Þetta liðin sem ætti að vera að byrjast að komast upp. Og Mílan að spila úti við Fjölni og svo Selfoss-stelpurnar að spila á þriðjudaginn við HK. Okay. Þetta svona það sem að gerast á næstu dögum í sportinu hérna. Glæsilegt. Já, svo náttúrulega má ekki gleyma þetta fimmleikaliðin okkar sem að keppa. Það er risahelgi framöndan. Risahelgi því. Þannig að það getur, því sem í bestu þá getur fólk eitthvað fylgst með því í sjónvarpinu. Já. En annars bara að kaupa sér miða og mæta því að þetta lið okkar hefur náð ótrúlegum árangri líka. Og það verður einhver umfjöllun hérna hjá okkur á morgun þetta fimmleikamót. Já, og svo örugglega eitthvað meira sem ég að gleyma og ég byrð bara afsökunar á því fyrirfram. Já, það er ekkert mál. Mér langar að nefna hérna þennan opna fjölskyldutíma í íþróttahúsinu. Hvernig var stemningin síðast? Bara mjög góð, bara mjög svipuð og við erum eiginlega bara virkilega ánægðir hvað fólk hefur tekið vel í þetta. Og þetta ekki eitthvað þá sem að þið vilja halda áfram með þetta? Jú, mér sýnist það. Við eiginlega bara komist ekki tjá því núna þegar fólk fara að rukka þetta hvort þetta verður ekki ofta. Fólk fara að rukka ykkur? Já, sem bara frábært og virka þetta alveg fullkomlega. Það mjög gott. Að fólk getur komið þarna með börnin sín og þarf ekki að borga fyrir það og getur bara leikið sér og prófað aðstöðuna. Þetta eitthvað sem á bara eftir að stækka held ég og bara þörf á þessu að sameina fjölskylduna til að leika sér saman. Já, hverlega. Geima símana og iPad-inn í bíl heima. Geima það heima meðan og fara og njóta þess að það er fáránlegt að lefa barninu að setja sér í kvölinu og vera að skoða Facebook á meðan. Já, það er ekki alveg. En svo náttúrulega, kannski svona ef við klárum hérna allt sem í gangi hérna, þá náttúrulega þetta sýningarnar hjá leikfélagi Selfoss í gangi. Já. Bang Simon. Og það nú hlutaði mér uppseldar en það eru nokkrar eftir þannig að þeir sem hafa áhuga því að endilega nýta sér. Ég fórum á þetta síðustu helgi og þetta er mjög skemmtilegt þegar. Já. Hentar hérna bara allir í fjölskyldunni. Og svo hérna fyrst að ég með því hérna, þetta eru bara gleðifréttir og góða fréttir. Nýja verknámshúsið á Selfossi, það er að rísa á fullu. Já, þeir eru ótrúlega fljótir að koma þessu upp hérna, steypa þetta upp, þannig að þetta mun vantarlega opna á réttum tíma. Þetta er eitthvað sem var kannski löngu tímabært. Já, menn heyrðist það allar með við skólan að þetta var eftir að gjörbylta öllu starfi í kringum hann, sem er náttúrulega bara mjög jákvætt fyrir allt Suðurland auðvitað því að þarna hérna náttúrulega sækja krakkar á öllu Suðurlandi nám og víðar. Þannig að þetta ætti að gefa svæðinu mikið sóknarfæri í hérna verkreinum og öðru, sko. Algjörlega. Einhverja framkvæmdir á Selfossi eða í Árborg? Ekki svona neitt alveg, það er náttúrulega auðvitað verið að moka þarna við hliðina á Austurveginum, þannig að nýja lagnir, þannig að kannski bara gott að minna það enn og aftur þó þeir hafa gert það fyrir að bara ökumenn séu tillitsamir. Og við erum enn að bíða eftir, það er að það vera að bíða eftir bara veðri, vonandi að það verði nú einhvern tímann fljótlega til þess að klára Malbygga fossheiðina þar. Já. Þeir sem eru öllum pyrraðar á öllum víbringnum þar, að það var bara verið að bíða eftir að gata myndi þorna betur. Já. En vonandi kemst færi til þess fyrir vor. Já, fyrir voru, já. Já, úr þessu. Við sjáum til. Það kemur í ljós. Nákvæmlega. Búin að tæma pókan? Já, við bara vel tæmdu fyrir helgina. Glæsilegt, Bragi, takk fyrir þetta. Takk svo leiðis.